Welcome to the jungle. Klukkan orðin 4. Það föstudagur 16. maí og FM 95 blöður hafi göngu sína þennan yndislega föstudag. Hjartalega velkomin í frumskóin, hjartalega velkomin. Beint á móti mér sitja Gilsarinn og Steindi Junior. Verið velkomni, drengir. Takk fyrir það, takk fyrir það. Hvernig hafið þið það? Ég átti afmæli á þriðjudaginn. Já, til hamingju með daginn á þriðjudaginn. Takk. Hvað gerði Muscle Boy á afmælisdeginum sínum? Ég fór í Bláa lónið. Bláa lónið, og sér fór ég út að borða á lava restaurantinu í lóninu. Já, og mælið með honum. Vá, hvað það var gott. God damn it. En fékkstu eitthvað gjafir? Ég hef ekki verið að fá mikið að gjöfum. Jú, ég fekk mamma og pabbi gáði mér í gær David Beckham ilminn og svona David Beckham Collection. Já, ok, þannig að ilmar svo David Beckham. Það ekki slæmt. Og eitthvað bestu gjöf sem ég fengi. Það er fín lykt að þetta. Síðan fengi ég bjórkrús frá Atla bróður mínum og síðan það er að tínast inn gjafirna. Ég ætla þess ekki fengið gjafir frá eitthvað félagum. Nei, sem ég veist bæði vel lélegt. Ég var að detta á klakkan þrjóð þér ammali, annars hafði ég alltaf gefið þér í rektin. Ég veit ekki hana. Þú getur fengið gjöf. Kannski einhvern tímann. Þú veist líka að það er meiri líkur að þú fái gjöf ef þú heldur upp ammali, svona eins og ég geri. Ég veit ekki hérna. En sko ég var að hugsa, kannski fínt að halda upp á næsta ári, þá er stóra ammali, þá er ég 50. Kannski, þú heldur pottit upp á það. Ég skal plana það fyrir þig. Er það ekki næsta ári? Jó, 35 á næsta ári. Öddi, það er ágætt að þú sért komin aftur tilbaka. Já, það er gott, it's good to be back. Já, er það ekki? Velkomin aftur. Já, þakka þér. Í þinn eigin þátt. En málega það, ég og Egill vorum hérna og við stóðum vaktina, tveir, og í Kingvi, vinnur okkar, hann var hérna beint á móti á tökunum. Og ég var að viðurkenna það var svona ákveðið stjórnleysi. Já, það var eitt sem að bendi mér á að það væri 2 ljón í stúdíón en engin ljónatemjari. Já. Og þetta horfði bara svolítið pínu nasti. Já, einhvern veginn, það var engin sem skammað okkur og Kingvi gerði vel eða okkur að gera allt sem við vildum. Já, og það var engin svona okkur vantaði hennan stoppara. Þú átt að til að segja, straka, nei, nú er þið konu á landi, við strikið. Við vorum að æsa hvernig meira og meira upp og þátturinn var alltaf var ákveð. Svo voru alltaf að ringja út, það er náttúrulega 4 tíma mismunur, ég var nývaknaður. Vildu bara heyri kallinn? Já, það var mjög grið. Hvað eru félagarnir að gera í dag, Blondale? Blöð, hvað ætlar að bjóða hlustendum upp á í dag? Nýkomin heim. Já, sko, orðan þannig, ég kom heim eins og nýr maður, reyndar ekki þegar ég kom heim. Ég var eins og lestasliðis þegar ég kom heim. Bæði sálinn og peningarnir urðu eftir í Atlantic City. En sko, veist það, þetta var, ok, hafið orðið það þunnir þeir eru þunnir á sálinni? Já, það er vond þingar. Bara mánudagur eftir þjóðhátíð? Já, þetta var þannig þingar. Ég var að lenda í því að Þór ekki eins og að panta með pítsu. Já, ég var í þessum pakka, sko, ég var að fljúa heim á mánudagskvöldi, búin að vera þarna síðan á 50 og ég þurfti að minna sjálfum á það í vélinni, þetta er allt í lagi. Ég var að segja þetta bara reglulega við mig. Það verður allt í lagi. Já, þú verður betri í vikunni. Varstu svona lofandi sjálfur þér og lofandi svona að þú ætlaðir að breyta þér og breyta lífverðinu? Nei, alls ekki. Og varstu ekki komin í það? Ég er farið í það. Já. Ég meina að sé bara mánudaginn síðasta eftir þjóðhátíð, því ég stóð í Herjólfi, gat ekki setið, öll sæti voru upptekinn, stóð þarna, horfði á eyjuna og hugsaði aldrei á þessa helvítis eyju aftur. Já, en til hamingju með titilinn IPVAF. Já, en síðan núna í dag, veit ekki maður, elska ég að segja. Maður hatar bara Vestmannaeyjar í 1 dag á ári, það er mánudeginum. Mánudagurinn eftir Vestmannaeyjar. Ég vil ána IPVAF þegar stóð svo vel í gegn. Já, ég líka, horfði á hana handboltaleik og þetta er bara eitt skemmtilegasti leikur sem ég hort á. Óskum þeim til hamingju. Já, og bara leiðilegt fyrir Haukana, en ég held sko, ekki að Haukar eru flott félag og allt það, en ef þú varst hlutlaus eins og ég var, þá held ég að flestir hafa haldið með IPVAF út af stemmingunni kringum það og það var eiginlega ekki annað hægt. Það var mjög öruggt fyrir mig, ég ætla að æfði 2 ár með Haukum sko í fótbolta. Ég hef sett nettur Haukamaður í mig en síðan er ég mikill Eyjamaður sko. Þannig að þetta var ströggul fyrir mig í gær sko. Eru þið búin að sjá myndirnar á netinu og þegar þið voru að koma til Eyja með bikarinn á skipinu? Ég hef hugsað, okkur æfði þið ekki handbolta var í þessu liði. Vákvæmi langa að vera með þessu. Það er nú ekkert sjálfgefið og hefði bara endað í liðinu. Nei, reyndar. Ekki þeir eru Ég þú voru fínn hotnamaður. Já, sveimi þá. En nóg þinguna mína, nóg afmælisins Egils og nóg IPVAF Íslandsmeistarana. Við skulum ræða það sem að skipti máli og það er þessi þáttur í dag. Því að, eins og ég sagði, ég kom endurnæru tilbaka. Það er veisla. Búin að fá vikuna, fekk frí síðasta föstudag og það þéttu þáttur í dag að það er svo sér 2-faldur. Við náum aldrei að klára. Nei, þetta er rugl. Við erum með myndur fyrir cash. Við förum í FM 95 blöð gott talent sem við höfum farið 2 í áður. Sko, seinast tók ég húsdýragarðinn sem var viðbjóður, það veit enginn ennþá hvað það var. Herðu, þetta var hérna einhver dýr að rífast. Nei, ég bónusett með betri í dag. Herðu, þetta var leikrit sem gerist í húsdýragarðinu. Það var selur, hestur, svín og dúfa að rífast og mér fannst þetta standa mig mjög vel. En Egill tók þetta þá, hann tók rosalega epic ræðu úr Any Given Sunday og það verður gaman að mætast hérna eftir. Og það er nýr dómar í dag, John Johnson sem er nú reynda búin að byrja þá að fá að vera dómar í þessari keppni alltaf. Hann fær frí í dag
Okay. Og já, það er rándýri dómari sem kemur í stæðina, það er Þorgerður Katrín. Wow! Fyrir menntamálaráðherra. En ég ætla að tísa þess. Ég ætla að vinna dálítið með hljóð á aftur. Nei, hættu þessu. Allt annað koncept, en ég ætla að vinna með hljóð. Ok, þá er ég strax fann að hræðast þitt atriði. En já, við erum með FM 95 Blöð gott talent, Þorgerður Katrín verður dómari, við erum með Sturla staðreyndir á sínum stað, splunkunýr dagskráraliður sem heitir Tapað fundið í dag. Og það er alltaf svo gaman að vera með nýjan dagskráralið. Ég veit það, og já, ég er spenntur að fara í hann. Við fórum daginn, við vorum búin að lofa hlustendum hérna í þættinum að við myndum fara að preppa nýja dagskráralið og hér kemur einn af þeim og það er Tapað fundið. Það eru 2 í þættinum í dag sem eru glænýr. Já, þú tókst 1 og ég tók 1. Ég er líka með 20 í dag. Ég hef spurt og svarað. Það var þetta og ég er búin að fá ég hef svo mikið spurningu og þú ert erlendis. Ok. Og safnast upp. Já, og ég er með tilkynningu. Rosa tilkynningu, sem ég geti miður ekki sagt ykkur félagunum frá það. Ég er búin að heyra þessu auglýsing alltaf á FM, það er eins og þetta sé einhver góð tilkynning. Já, bara býtuðu slakaða bara á. En svo að sjálfsögðu verður brakandi fest Íslands slúður. Voruð þið með Íslands slúður síðast? Já, við vorum Íslands slúður síðast. Fór það eitthvað yfir strikið? Var það? Nei, en ég er búin að fá mikið af tölvupóstum og ég ætla bara að segja það strax, ég byrjun þáttar, að Íslands seleb eru með allt lóðrétt niður sig og ég þurfi að það var erfitt að velja og það er svolítið krassandi í dag, ég viðurkenni það. Þannig að eins og þið heyrið kæru hlustendur, þá er æðislegt að vera komin aftur og ég hlakka til að vera með ykkur til 6 í dag og það er veistla framöndan. Svo syngur ég I would go anywhere for you. Hreinskilinn, nei. Nei, ok, hvert myndur ekki fara fyrir mig? Ég myndi ekki fara fyrir þið til dæmis, ég myndi segja núna, farðu að reiða fyrir núna strax, núna ég myndi segja nei, ég myndi ekki gera það. Nú er fólk að reiða fyrir þið sem er pirrað út í DJ Messabói. Nei, ég myndi fara að reiða fyrir þið ef ég var að fara hendi í hella fyrir gig eða eitthvað. En ef Líf Audda væri í húfi og eina sem þú þurftir að gera er að vera sköllóttur í 10 ár til þess að bjarga líf hans. Shit. Shit, hvað ætlar ekki að svara þessu? Já. Auðvitað er þetta já? Já, ég myndi alltaf þurfa að hendi í já þarna. En ég viðurkenni hversu ömurleg 10 ár er þetta án gríns. Ömurleg 10 ár, þá eru saman félagarnir sköllóttir og báður á lífi. Það er bara æðislegt. En það er eins og að komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og já, sko, eiginlega bara öll slúðurblöð og alla slúðursíður og bara allt gengur út á það sama. Það er Jay-Z og Beyoncé. Já, og Þetta er bara, láta það samt vita því að meðan þú stóð úti, þá var ég með Nicolas Cage, Michael Culkin, Wesley Snipes og fleiri mistara. Bara öll deadbeatin sem þú ert búin að reyna að tróða inn í slúðrið. Þú er náðu að tróða þeim inn hjá þér. Ég vona allavega að setja með Kurt Russell eða einhvern þetta. Nei, ég er að segja það gengur eiginlega allt út á þetta. Og já, eins og flestir hlustendur FM vita held ég að þá réðst systir Beyoncé Knowles á hérna vin okkar, Jay-Z, hérna daginn. Hún heitir Solange Knowles, systir hennar. Og já, þetta er þið ekki búin að sjá vídeo? Jó, ég er búin að byggja með það. Líka það er alltaf eitthvað yfirlýsingar að koma núna. Segðum bara blöð, hvað er að gerast? Er þetta allt horseshit? Hvað er í gangi að það? Sko, það sem að gerist er að já, eins og ég heyri þetta, þá er Solange, systir Beyoncé Knowles, öfundsjúk út í systir sína og og Jay-Z var búin að lofa systir henni að hjálpa henni með ferilinn. Svo hefur hann ekkert nefnt að fara með henni í stúdíu eða hjálpa henni að skrifa eða neitt og hún víst gafst eitthvað upp á hann og réðst á hann í lyftunni. Af því að hún var búin að vera eitthvað full og eitthvað í partíinu en svo veit maður ekkert hvað er satt í þessu. En svo er Beyoncé búin að láta fjarlæga tattoo. Já, svo er verið að tala um að þau séu kannski að skilja. Ég vona þau séu happy, ég held með henni. En alltaf tala um þetta par sem er fullkona par, eitthvað, þú veist. Og síðan allt bara in the shitter hana. Nei, auðvitað strákað. Í öllum samböndum og öllum hjónaböndum er smá vesen. Þetta sko, það er allt í kúk hjá þeim. Nei, þú segir það bara því þau eru fræg. Ertu að segja með þeirra að mamma þín og pappi hafa aldrei rífist allir sár sem eru búin að vera saman? Jú, það er sko, en málið er, það er allt í kúk. En málið er sant, það er svona, vill oft vera þannig, Blondie, að þegar með fullkomna par í gæsalöpum í sleik á Facebook og er að spjalla við eitthvað annað á Facebook og ásti mín, hvað er í matinn, eitthvað svona, þú veist á Facebook, þú veist, alltaf í sleik á Instagram og of happy, þá er eitthvað, það er eitthvað kúkur í gangi. Ég hef alltaf sagt það, svona kærustu par á svona samskiptamilum sem er alltaf að segja eitthvað svona, ég senda ekki SMS, heldur, gera þetta allt svona Er þetta að segja sér allt í kúkja Brian Eccleben, Egil? Ertu basically að segja það? Allt. Nei, Brian Eccleben er one hell of a human being. Nei, ég held að Jay-Z. Já, þú getur ekki verið að taka hans að dæmi. Ég held að Brian og Jay-Z séu strögglin einhvers stað núna. Nei, ég vona ekki, en ég veit svo sem ekkert hvað er til í þessu með systir hennar, en myndi maður ekki bara, ef maður væri systir Beyoncé Knowles og allt sem þau eru búin að gera fyrir hennar, væri maður ekki bara svona þakklátur og hamingjusamur? Hún ætti bara að haga sér. Hún er metin á $5 milljónir, systir hennar.
sýsturinnar Já. og það er bara bara út af sýsturinn er búin að plugga henni, hún er eitthvað söngvari. Já, bara verður bara þakklátt og það er síkó og grjóthaldi kæfti. Nákvæmlega. Pönnuköku. Já. Síkó og pönnuköku. Það sé pönsu og eina réttu, eina ískalda Salem og válega dött. Það sem þú gerir í þingunni? Ég myndi fá mér eina pönnuköku og ískalda Salem ef ég væri metin á 5 miljónum bandaríkjadala. Við kynum það. Þú metin á 50 skall og gerir það samt. En svo er það líka með annað sem tengist Beyoncé og það er að hún var valin núna Sexiest Woman Alive uppáhaldsleikona mín. Hún er miklu uppáhald hjá mér og það er hún Jennifer Lawrence. Og ég fíla hana, hún er skemmtileg og góð leikona. Hún er fyndin. Já, mjög svo. Og hún sagði í viðtali, hún var spurð hvernig líður að vera sexiest woman in the world. Þá sagði hún, I know the truth, I know Beyoncé is the queen of the world. Þannig að hún vildi meina að hún var ekki mest sexy heimi, heldur væri það Beyoncé. Já. Og svo einn í restina, þá er það parið sem að fyrir mest í töðunar á mér og það eru Kim Kardashian og Kanye West. Já, Egill, þú ert nú, ætti nú Þetta er sem er leiðilegt að heyra þenn. Já, þau voru að ljúga því að þau var að fara að gifta sig í París. Þau eru víst að fara þá til að senda alla paparazzi hana þangað. Já. Það er framtíst plan, ég veit ekki það. Ég er ekki með Kanye maður, út af hann er a piece of shit. En ég er mikill Kardashian maður. Mér finnst þetta liðið vera mjög skrítið. Sko, ef þú ætti að velja á milli Kim Kardashian eða Kanye, hefur þú hlustað á tónlistarnas Kanye? Hann er geðveikur tónlistarmaður. Eftir að Kanye reif mikrofónina Taylor Swift. Get over it. Nei, ég mun aldrei jafna með því. Taylor Swift. Hún var nú aðeins líka bara að fá sér eina pönsu og réttu, sko. Nei, hún fór bara að svið að taka velunum, kom Kanye og reifa hann í mikrofóninu bara. Já, enda ætti hún bara að fá sér pönnuköku. Veistu ekki hvað hann sagði þegar að reifa hann í mikrofóninu? Eitthvað, Beyoncé had one of the best videos of all time. Of all time? Já, ég er löðrungaðan ef ég hef verið Taylor Swift hana. Bara löðrungaðan og teki á hann í mikrofóninu. Dröld, sestu. Það er rosalega Sestu, Kanye! Það er ég sagt við það. Rosalega léttur í þig að vera harður hérna Já, bak ég við bara sé mikrofón ég í gert. FM-stúdíónu. Já, einmitt, þú hefði gert það. En já, þá eru sem sagt, þau eru ekki að fara að gifta sig í París, heldur eru að fara að gifta sig í Flórens, Ítalíu. Og ég veit Það er ekki öllum skýrt saman. Já, En ef við vitum það, þá vita náttúrulega allir líka paparazziðnir og svo. Nákvæmlega, þetta var slúðurbakki dagsins. Hér eftir smástund er það, FM 95 blöð gott talent og Þorgerður Katrín er að labba inn í stúdíó. Já. Hvar verður þú laugardaginn 17. maí? FM 957 er með snilldar hugmynd fyrir þig. Víking og FM verða með brjálað prólokapartí á Hressó og þú bara verður að mæta. Á svæðinu verða Friðrik Dór, Bent og Steindi Junior og munu þeir trilla mannskapinn eins og þeim einum er lagið. DJ Chippy og Steini Sax munu svo sjá dansskólið fram eftir nóttu. Fylgstu með alla vikuna og þú getur tryggt þér og þínum miða og jafnvel borð með fljótandi veitingum. FM 957, Hressó og Víking með þér í allt sumar. Herra Örlygur kynnir í samvinnu við Túborg hina góðsarnakenndu sveit Pixies í Laugardalshöll miðvikudaginn 11. júní ásamt Monotown. Miðasala á miði.is. Miðaverð aðeins 6.700 krónur í stæði, 8.700 í stúku. Fjörið hefst með Túborg. Léttöl. Viðskiptafræðingar með kunnáttu og færni að vopni. Kynntu þér fjölbreyttar námslínur í viðskiptafræði í bæði staðnámi og fjarnámi við Háskólann á Bifröst á nám.bifröst.is. Háskólinn á Bifröst, hvar sem þú ert. Matur, hljómsveitir, snúðar, knús og kossar. Hressó. Alveg! Skál fyrir þér. Víking léttöl. Hvernig er það með hennar risapott? Er endalaust pláss í honum? Það eru 170 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2, við tippum. Túborg og Reykjavík kynna í 9. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Jack & Jones á afmæli og að því tilefni er full búð af glæsilegum afmælistilboðum. Kíktu við í Jack & Jones Kringlunni eða Jack & Jones Smáralind. Lögfræði er lykill að samfélaginu. Kynntu þér lögfræðinám við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Eina ósk, eina ósk. Ég væri ekki í vafa hvers ég óskaði mér. Hlöllabátar, andinn í lampanum þínum.
Steinda Junior hérna í lokinu á þessu lagi. Ég svo duglegur að vera úti, ég alltaf í frisbeególu og svo leiðis. En þú ferð alveg í ljós. Nei, ég fengi Snapchat frá þér í ljósum. Já, ég fengi bara utan skalla alltaf. Nei, það svona kannski einu sinna 3 mánaða fresti, 4 mánaða fresti. Já, ok, þú liggur ekkert í bekkjum. Nei. En þið að hlusta á FM 95 og það komin rándýr gestur til okkar og hún heitir Þorgerður Katrín og verður velkomin, Þorgerður. Þakka þér fyrir. Og mikið nú gaman að sjá þig. Já. Og sömuleiðis, strákar. Fögur sín sem ég hef hér. Já, sömuleiðis. Og það sem að við erum að fara í. Það góð ástæða fyrir því að hún sé mætti í hús. Já, hún að leysa hérna bróði sinna af, Jón Jónsson, sem að dómar hjá okkur í FM 95 Blöð á Talent. Það erfitt að leysa Jón Jónsson. Já, þú vel létt með. Í öllu því sem hann gerir. Og bara, by the way, sko, vel að merkja, hann átti mjög fína leik á mánudaginn á móti KR. Já, ok. Það sem við F-fáingar unnum KR vel að merkja 1-0 eða 0-1 á útivelli. Og hann stóð sér með príði. Hann ekki inn á núna, strafurinn? Já, hann bara hann fastan á. Ég ætla líka að óska til hamingju með titilinn, þegar ég sé það bara strax F á vinnur í ár, hann bara til hamingju. Já, þakka þér. Það 100%. En ég get alveg láta ykkur vita því að ég var að keppa á móti F-fáingum núna fyrir 2 dögum með hvíta riddarnum í bumbuboltanum. Hvað sagður? Já. Ég var að keppa á móti F-fá 30+. Já, og við töpuðum 6-4 í 7 manna bolta. Það var hissilegt. Tekið það á kottan í kvöld. Þannig að þú ert komin hérna til að dæma strákana og þetta það er svolítið erfitt að vera með gott talent keppni í útvarpi af því að fólk sér það ekki. Akkurat. En þeir eru báðir búin að undirbúa atriði fyrir þig og þjóðina. Já. Og Þorgerður, þú ert tilbúin, ekki? Jú, ég er tilbúin, alveg bíspennt. Við erum bara rétt svona búin að kíkja á það. Ég vil koma það framfæri hérna. Varst þú búin að undirbúa mikið? Ég er mjög stressaður. Nú? Og það bara, ég stressat alltaf upp fyrir þetta. Já, það er líka óþægilegt að hafa svona dómara á kantinum, að horfa á mann og... Hún er byrjuð að dæma mig, ég sé hvernig hún horfur á mig núna. Hún er strax byrjuð að dæma. Hún er byrjuð að dæma, sko. Ég er ekki sem byrjuð. Ertu búin að æfa eitthvað mikið það? Nei, ég bara, það veit ég ekki, maður. Ég bara kveikt á að sá það og... Er þetta ekki bara, við erum bara búin að vera í tímyndur að þessu? Eitthvað svoleiðis? Ég kastu upp á hver byrjar. Já. Og Egil, segðu heads or tails? Heads. Heads, þú byrjar. Goddammit, girl. Herðu. Ok, Blöð, opnaðu linkin síðan sendu á þína á Facebook chatinu. Hvað ætlar að gera? Ég ætla að vera með a speech. Aftur a speech? Aftur ræðan? Já, aftur ræðan. Já, út af því, ég vann með ræðu síðast. Ég stefna sigur aftur að sjálfsögðu. Akkur breyta vinningsformúlu? Bara nákvæmlega. Ég held að sama hvað þú gerir, ég held að þú getur eiginlega ekki unnið mitt í dag. Nei, en málega mun ekki allir eftir Independence Day. Rosaleg bíómynd. Bill Pullman? Já, Bill Pullman, Will Smith, rosaleg mynd, kom á 96. Þannig að kannski fyrir 96 árgerðina sem er að hlusta og kannski ekki séð Independence Day, en fólk bara á það inni. Það væri frábært að eiga þessa mynd inni. Og þetta er ræða úr henni þegar að geimverurnar eru bara að fara að eyðileggja heiminn. Og Will Smith og Bill Pullman er að fara að bjarga deginum. Já, þú veist. Hann er svona að hvetja bara fólk til þess að rífa sig í gang og alltaf það gemur að heyra það. Ok, þannig að það er þitt atriði. Já, og þegar ég gef þumal upp þá máttu ég íta á play. Og ég er allur að stressast upp. Ég er að stressast upp fyrir þína hönd. Goddammit, gump. Hann er allt bara klárt það. Allt klárt. En það er ekki Þorgerður headphone, er hún bara góð eins og hún er það? Jú. Hún þyrst til að heyra lagið, sko, því að þetta er ekki af dramatísti, hún er ekki með, sko, prófum þá prófa þessi Þorgerður hérna. Ok, sko. En byrju, ekki sem betra fyrir að þú tekja þessi? Sko, byrju, ertu eitthvað að svindla núna? Nei, hún þarf að heyra lagið. Heyrðu í okkur það? Já. Ok, því að lagið er svolítið líkilatrið, sko. Það er stemningin að það, sko. Herðu, þá bara, já, ég er náttúrulega kynir. Hingar hann komin Egil Einarsson. Egil, stressaður? Já, viðurkenna það. Já, þú ert ekkert að stressaður, þú rúlar þessu upp maður. Er það ekki bara, þetta er ekki bara til að hafa gaman að þessu? Jú, fara bara núna og... Samt að þú pælir í það, er náttúrulega margir að hlusta og þetta er náttúrulega stressandi moment. Ég veit allt um það. Þannig ég segi bara bam, bam. Byrju, Blöð, settur hann 040 það? Nei, þetta var... Herru, varst ekki með mitt playback? Þú ert allt niður. Nei, býta aðeins. Þú voru að setja mitt aftur á... Þú tókst mig gjörsamlega úr stuðu þannig. Þú settir draugarhljóðin á? Ég ekki sett þumal upp og þú heitir að play og réttu vídeói. Kapish? Ok. Good morning. In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, huh? That word should have new meaning for all of us today.
We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interest. Perhaps it's fate that today is the 4th of July. And you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live. We're going to survive. Today we celebrate our Independence Day. Þetta stressaði mig svolítið upp, ég var að viðkynna það. Þetta var vel gert. Það er erfitt að toppa þetta. Já, þetta var vel gert. Mér leið bara að ég væri fórst í Bandaríkjunum. Hann peppa liðið upp. Já, ég verð að gefa það. Þú ert góður í þessu ræðum. Þú ert góður í enskunum. Herru, þú getur tekið ræðurnar alveg, sko. En þá var það Steindi. Já, sko, hérna... Hvað var það sem ég ítta á þarna? Já, ekki að íta aftur á það strax. Ég ætla aðeins að fá að útskýra mitt mál fyrir dómnefnd, ef það er í lagi. Hvað ætlar að sleikja upp dómnefndina fyrir atriði þetta? Alls ekki, ég má bara nota mína taktík. En sem sagt, því ég var yngri þá átti ég svona draugaspólu, svona kassettu með svona draugahljóðum og svona spooky hljóðum. Og ég lá oft upp í rúmi svona draugakassettu? Já, þetta var selt svona í kólaportinu og hér og þar svona draugaspóla. Og ég var skítrættur við þetta og ég lá oft upp í rúmi, komin einn upp í rúmi og sett hann í gang og var logandi hræddur. Og ég ætla að búa til mína eigin kassettu í dag. Draugakassettu. Blöð, þú ert kynnist, þannig að byrja atrið og haldt grjótald að kjæfti. Þetta virkar þetta svona í þettunum. Þetta er svona, þetta eru draugahljóð og ég ætla að vera að vinna mikið með zombía, varúlfa, fórnarlömb, andadrætti, skrímsli og fleira. Bara á ég að playa það? Já, býtu. Þetta er á 2:20, þetta? Já, það er að býtu á ég að segja þetta. Já, Steindi, ertu tilbúin? Já, ég er klár. Gangi ég vel. Býtu, varst ekki búin, ætlar ekki að spyrja mig hvort þið er stressaður og svoleiðis? Ertu stressaður? Alls ekki. Ok, gangi ég vel. Takk. Er einhver hérna? Sett þetta niður! Þetta er á lífi! Hann er að koma! Á! Á! Þið munu deyja! Þetta er búið. Er þetta búið? Já, þetta var bara svona stutt. Hvaða bull? Ég var að vinna með draugahljóð. Ef ég myndi vinna þessa keppni, þá myndi ég eyða peningnum í að fjármagna heila kassettu og gefa út og handa krökkum sem eru með kjark til að hlusta. Já, það er komið að dómnefnd, Þorgeir og Katrínu. Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Þetta var mjög... Ég er ekki viss ég vilji mæta þér í Timmu húsasundi miðjan vetur. En Egill, mögnuð ræða hjá Bandaríkjaforseta. Ég get ekki sagt eins og Auðun að þú sért eins og Bandaríkjaforseti. Eins og Bill Pullman? Nei, ekki eins og Bill. Nei, þú ert reynda myndarlegur en hann. Takk að kjallaði fyrir. Þetta var hrós. Já, en hann er 65 í dag held ég. Já, en ég... Hann fór hrósið. Nei, hann er það svona bara. Er einhver þarna? Hjálpið mér. Herra, hættu þessu, hún er núna... Já, ég ætlaði bara svona rétt að... Þetta er mínustig ef að... Nei, ég ætlaði bara minna á þetta. Alveg rólegur. Nei, mér varst Egill gera þetta vel, hann var greinilega, hann var stressaður, það er alltaf góð sviti þegar maður er stressaður, Steindi, það er maður að vanda sig. Já. Þú varst ekki stressaður? Jú, ég var stressaður, mjög stressaður. Það var erfitt. Ég verð að segja, ég hreifst af atriðunans Egills, náttúrulega yfir hetjuleg skilaboð og endanum rosalega væmin og það kannski fór pínlítið með það. Því ég lygna eftir augunum og ég hlusta á það sem að Steindi var að gera. Já, ég var alveg komin inn í miðja kvikmynd
Já, mér fannst þetta vera frumlegt. Já, frumlegt, þetta var mjög frumlegt. Og þetta var spooky. Hún hérna sem dóm, þú ert ekki dómnefnd. Ég kann vel við þetta. Ég bara kann, já, nákvæmlega. Ég kann vel við þetta. Mér fannst þetta vera frumlegt. Ég sjálf hrifin af þjóðsögum, draugasögum, svona allskyns kynja veru sögum og mér fannst þú ná ákveðnum sérstaklega varúlur, var þetta ekki varúlur? Jú, þetta var varúlur alltaf það var hæð að svona fullt tungn á bakveðan En komendur Hafnarfirði þá saknaði svolítið hvernig að heyra en þeir eru reyndar ekki vondir hvernig álfar eru, getur þú farið með það? Nei, sko, þetta en svo náttúrulega mætti sko þróa hugmyndin áfram ef maður myndi vinna og fá peningin þá væri alltaf þetta bætin viskuperlum og þetta getur verið þjóðsaga Ég þarf sem kynir þar í svar frá dómnefnd Já, ég segi þó þetta sé erfitt sérstaklega þegar maður er að reyna að bera þessu ólíku atriði saman að þá verði ég að segja ég ætla að senda atriðið hans Steinda áfram. Já! Nei! Yes! Draugasagan vinnur FM 95 blöð gott talent í dag og þetta var líka sko, þetta voru mjög vel gerð draugar. Já, mjög vel gerð. Egillir í fílu. Þetta er mikið sjokk. Þetta er mikið sjokk fyrir Nú er 1-1 hjá okkur í Nú er 1-1. Nú þarf maður virkilega að leggja sér fram næst. Þorgerður, sannur heiður að fá þig. Takk æðislega fyrir okkur. Takk fyrir mig. Og já, hér er drengur sem að verður með okkur næst í þessu. Þjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Hvernig er það með hennar risapott? Er endalaust pláss í honum? Það eru 170 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2 við tippum. Miðasala á hljómleika Tómhotel er hafin. Tryggðu þér miða á harpa.is, miði.is og í síma 528 50 50. Í maí bjóðum við glimrandi góð tilboð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Við á Glow höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Hækkaði í botn. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Lögfræðingar með nýja sýn. Kynntu þér nám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst á nám.bifröst.is. Háskólinn á Bifröst, hvar sem þú ert. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Á FM 957. Þetta lag heitir Root. Ég veit að það er kannski dónalegt að lækja því en ég ætla samt að gera það. Ég hef engan áhuga að hlusta á það. Þetta er eini útvarpsþátturinn á landinu sem bara köttar á músík. Já, það er sumar, það er föstudagur, svona lög geta því mér ekki að spila í dag. Nei, við ætlum líka sko ekki að fara í lag, það er bara datt einn og vart inn. Við erum líka bara með þannig þátt að við þurfum að keyra þetta áfram. Já, það er þétt dagskrá hjá okkur í dag, þannig að við þurfum að henda laginu Root með Magic inni, en ef þið voru að elska þetta lag, þá getið þið bara hlusta á netinu. En það sem við ætlum hins vegar í núna er, já, fyrri hálfleikurinn af nýja dagskrárliðnum okkar. Já. Og það er alltaf gaman fyrir nýjan dagskrárlið. Og þessi dagskrárliður heitir Tapað fundið. Já, við sem sagt fundum síðu á netinu. Já. Það sem að fólk er búin að tapa hlutum. Já. Eða krakka þeir. Eða finna þá. Og þetta er allt saman bara á Facebook og það eru GSM-númer og svo leiðis. Þannig að þetta er mjög hendugt fyrir okkur. Já. Þannig að það er lítið annað í stöðinni en að finna eitthvað sem við fílum, ringjum og segjum stað að fundið það. Akkurat. Þetta er ekki flókið. Steindi, þú ætlar að fara undan og ég fer svo eftir. Já, ég er að spá í að byrja þetta bara. Mér finnst oft þægilegt að byrja. Akkurat. Ert þú, sko, ég var að spá í þetta með þessa tösku. Ertu með þetta fram að þig? Ég með þetta fram að, já. Ok, ég ætla að hjóla beint í hana. Já, og það er sem sagt, já, einhver sem fann tösku, stendur hérna. Já. Með handklæði. Já. Skó og ból. Já, handklæði, skór og ból og svo, sko, sama manneskjan er líka búin að finna bíllykil, sko. Hún er búin að finna hellingadótið að posta þetta inn á. Og ég ringi hana. Ég til, já. Ertu tilbúin? Ég er klár. Og þetta er bara Tapað fundið, nýji dagskrárliðurinn. Halló. Já, Selma. Já. Hvað er sæl og blessuð? Ekki varst þú að finna íþróttatösku með svona skóm og ból í? Já, það er langt síðan það var. Það var eftir henni vor. Já, það passar. Ég held að við hefum farið með hann út í Sundlaug. Nú? Lágafellslaug. Nei. Hvað? Nei. Jú, við fórum með hann að þangað. Anski trúið þess ekki. Jú,
Það voru svona skiladagar út í Anskoti, hvernig bólu var þetta? Þetta var barnar. Hæ? Þetta var barnabólur. Já, og handklæði var hvað? Hvernig var það? Handklæði, ég mann þetta. Handklæði íþróttálfurinn eða slús? Það voru einhverju hvítir skór, þetta voru svona á barna 8 ára og svo. Anskoti, var eitthvað póki þarna í hliðartöskunni eða? Í hólfinu á hliðinni? Hvernig taska var, hvernig var þetta með? Var þetta ekki svona púmataska? Þetta var búið að liggja lengi þarna út á einhverjum kassa í klappaliðinu. Anskotin maður. Og við tókum þetta inn og ég þurrkaði það því þetta var rennandi blautt. Nei, hvað var búið að míga á þetta? Já, og svo hérna... Hver mega á þetta? Og ég fór með það þangað. Já, megst þú á þetta? Nei, hver mega á þetta? Hvað fyrir? Var búið að míga á þetta, á töskuna? Nei, það var bara að rigna. Já, þú er ekkert verið að... Já. Þú megst ekkert ána, nei? Nei, ég veit ekkert meira þetta. Anskotin maður. Það komið meiri mánuðu síðan það var. Og það var búið að liggja þarna úti. Anskotin maður, þetta handklæði... Þetta var happahangklæði, ég keypti þetta út á Spáni á sínu tíma. Happahangklæði? Já, þetta er happa. Já, ég keypti þetta út á Benidorm 2004. Já, en farðu bara út í sundlegu aðtöku, það er ekki það bara í geimstu. Það er með svo rosalega mikið að dóti. Já, bara lukkan hefur snúið svo við sér í týndis og hangklæði. Ég keypti þetta út á Benidorm á sínu tíma. Sama kvöld var ég Lucky, eða þú veist hvað ég var við. Já, en hérna þetta borgaði nú eitthvað fyrir það? Tímið. Þetta var búið að vera nú út í einhverja 10 daga eða eitthvað þegar ég tók inn og þurrkaði. Já, ok, skoðaðu töskuna? Þetta var bara svona einhver leiknispoki. Já, og en bíllykillinn, var hann ekki þetta? Bíllykill? Já, bíllykill með svona festringu? Já, bíllykillinn. Já. Það var það heldist bíllykillinn. Áttið þú hann líka? Ég átti hann líka. Fannst þú hann eða? Hann var ekki í pokanum. Nú, hvar var hann? Við fundum hann bara á götunni. Anskotin sjálfur? Það var búið að míga á hann líka? Hann lá í snjónum. Já, ok, akkur er búið að míga á þetta allt? Hver er að míga á töskuna og bíllykillinn og allt þetta dót? Ég skil þetta ekki. Það var búið að rigna á það, sagði ég. Nú, já, það var búið að rigna á þetta. Já, ég sagði aldrei að það væri búið að... Já, ég sagði aldrei að það væri búið að míga á þetta. Já, ok. Ég veistu það, ég er ekki með þetta í höndunum og hérna... En Selma mín, hvað gerður við bíllykillinn? Heyrðu vinnur, veistu hvað bíllykillinn er núna? Það tóðum þetta út í sundlaug. Já, eina er að því að félagi minn, við vorum eitthvað að djóka þarna í vor. Ég heyri ekkert í þér hvað sem er. Já, félagi minn er læstur í skottun á bílnum. Er búið að míga á þetta? Nei, félagi minn er læstur í skottinu. Hvað maður er þetta? Skella á þig. Það búið að míga á félagi. Já, hvað býttu, læstur í skottinu, var ekki mánuðu síðan að fann bíllykillinn? Ég þetta týndist, það stendur þetta 20. janúar. Já, ok. Hann var í dáinn í dag. En heyrður, það var maðurinn hennar, hann var bara skellt á þetta núna. Hann var bara að gefast upp á það. Ég er samt vilja að fara miklu lengra með þetta. Já, en hún... Ég er ekkert hissa að þau gafast upp á það, sant? Nei, ég skil það mjög vel. Við tökum seinni hálfleikinn af þessu síðar. Þú verður að velja einn og hringja. Já, ég ætla að taka hérna luffuna á eftir. Já. En fáum fyrst, hey brother. Vinnur þér að hlusta á FM 957 og það er FM 95 Blöð sem er með ykkur á sem glæsilega föstudegi, það er Steindi June undir Blöð og Egill Gils og já, strákar, hún er 10:05 og það er veisla framöndan. Það er svo þéttu þáttu framöndan að ég held við getum þurft að kötta á lög. Það verður ekki tónlist. Jó, það verður Það verður að vera. Þessu bara fólk er að keyra í sólinu og ég veit að, herru, ég skrapp líka hérna á klóstið á meðan lagið var og ég leit svona aðeins út og ég sá að það er alveg glampandi sól. Sko, akkur segir ekki bara hvað þú ert að gera? Ég meina, ef þú ert alltaf að skreppa klóstið og hoppar þetta fram og þá ertu eitthvað veikur í magan. Já. Akkur segir ekki bara hvað þú ert að gera og hoppar þetta fram? Það hægja þér? Nei, ég púaði þeina. Hann er með ósið. En ég sá að það var, strákar, það er bíl við bíl, það er mikil trafík og það er sól, fólk jafnvel svolítið pirrað á leiðinni heim, vill komast heim og svoleiðis. Þannig að það er að stóla okkur að vera skemmtilegir. Já, og þá er gott að fara í sturlaða staðarindir. Akkurat, þá erum við að fræða hlustendur í leiðinni. Með 10 frábæra staðarindir hérna handa ykkur kæru hlustendur og já, hér kemur fyrsta. Rithöfundur Forrest Gump sá John Goodman fyrir sig þegar hann skrifaði bókina og stakk upp á honum við leikstjóran. Þannig að sá sem að skrifaði Forrest Gump, hann sá ekki Tom Hanks fyrir sig, heldur John Goodman. Sá hann fyrir sig sem var vel þykkan. Já, Forrest Gump átti að vera pínu chubby, svona hans. Það hefði verið skrítið. Þegar Tom Hanks er ekki með þykkur. En reyndar er John Goodman sko frábær leikari. Já. Ég fíla hann alveg í tættur. Það er samt spes að sjá John Goodman segja hann að level like a chocolate buzz. Hvað sagði ég eiginlega?
Er ég bara heilablóð þarna? Hvað sagði ég þetta? Life is a chocolate boxy. Ég gæti ekki að skiti meira með setningu. Life is a chocolate boxy. Life is like a box of chocolates. Life is like a chocolate boxy. Ég ætla að segja þetta hægar. Ég sagði Life is like a chocolate boxy. En já, allavega, okkur finnst það skrítið að því að Forrest Gump náttúrulega var, að því að Tom Hanks var stórkost. Ég hefði haldið, sko, ef Goodman hefði tekið þetta, þá hefði þessi mynd verið svona solid 5,5 á IMDb. Nei, John Goodman frábær leikari. Er þetta ekki Team Goodman? Auðvitað er Team Goodman. Frábært handrit og geðveik tónlist, hún alltaf verið góð myndin. Lil Wayne, þið þekki hann, rapparann. Tiny Lil Wayne. Þekki hann persónulega. Já, hann eignaði sitt fyrsta barn 15 ára. Og það var líka fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá hann fyrst, að þetta var örugglega stórkostlegur faðir. Já. Lil Wayne. Með þess að dretta og hann ekki búin að eyðileggja líf sitt með einhverjum drikk sem bara eitthvað eitur og alltaf að syngja það eitthvað. Jó, svo náttúrulega hann að túra mikið, lítið að sinna. Gruna líka hann sé ekki bara í einum ísköldum. Nei, hann í einhverju tómu, sko það kemur ekkert óvart að hann að drekka bensín til hann Nei. En við ættum, það væri gaman að geta sendt honum eina FO-treyju með Actavis-logóinu framan á. Það væri svona við hæfi. Já, var það eitthvað svoleiðis? Já, hann er að sulla vel, sko. Hvað ætla hann kallið krakka sinn? Lil Wayne? Lil Wayne Jr., já. Svo það næsta, það tók bara 2 vikur að taka upp Wayne's World. Þetta varst með skemmtileg staðrind. Ok. 2 vikur? Já, ég man ennþá hvar ég var þegar ég horfði á Wayne's World í fyrsta sinn. Já. Og hún var bara svona groundbreaking, veist, þegar ég sá hana fyrst. Take me Garth, where? Já, hún var stórkost. Já, hún var mjög góð. Hala hún ekki inn líka shitload of cash? Jó, eldist hún vel, það er svo spurning. Já, ég held hann blá, alveg ágætlega. En þetta eru svona Saturday Night Live myndir. Þetta byrjaði sem skets, sko. Já, hjá... Alveg svo til dæmis Night at the Roxbury byrjaði sem skets, þá var Jim Carrey með þeim. Já. Night at the Roxbury er rosalega mynd. Hún er rosalega, já. Hvort finnst ykkur Night at the Roxbury eða Wayne's World betri? Night at the Roxbury. Ég held ég verið að setja Wayne's World. Já, það eru mjög góðar báðar anskotin hafið. Ég nokkuð vissum að sko Night at the Roxbury ennþá fyndin í dag. Ég smá efasemdur um að Wayne's World eitthvað frábær í dag. Nei. Ég geti verið að skýta, ég veit ekki hana. Næsta spurning, í hvað landi haldið að flestir rauðhærið búi? Ég set Írlandi. Skotlandi er rétt, Steindi Junior. Sturlu staðrind að búa flestir rauðhærið í Skotlandi. Svo það hérna næsta sem að hræði mig tarantúlur, sem er eitthvað ógeðslegasta dýr sem til er. Og bara kóngulær yfir höfuð. Já, sérstaklega hún er svona sem sé búin að geta allar aðra kóngulær. Það meist íslenskan kóngulóðum bara ógeðslega líka. Ekkert í líkingu samt. Nei. Tarantúlur geta lifað í 2,5 ár án þess að borða. Það eru bara hægt skriðandi og... Það er viðbjöður. Já, ég myndi ángríns, ég myndi fá hjartaafall, ég myndi sjá tarantúlu heimaði mér. Þetta er svona plús sem við varum í Íslandi. Það sjá kónguló sem er bara svo hamstur, þetta er ógeðslegt. Ég var einn daginn til að fara til Ástralíu, en þetta er að halda rosalega aftur í mér. Ég var ekki að, sko, að þú þarft að skoða skóna en alltaf mjög vel alltaf. Í Ástralíu? Já, og þær fara hún í skóna og þetta er allt baneitrað, kjaftaði það, sko. Það er alltaf að fara valega. Ég held ég fari aldrei til Ástralíu. Nei, ekki heldur. Ég held samt að Ástralía sé frábært land. Ég og Egill það sameiginlegt, við viljum ekki geitunga, bíflugur og kóngulær, við viljum þetta ekki. Já, því að við hinn viljum það öll. Nei, ég meina, þú hefur svona gaman á húsflugum. Ekki við. En ég er alveg húsflugu. Svo kemur hérna, þú getur bara að sé regnboga þegar þú ert með bakið í sólina. Megasens. Ef þú hugsa út, já, en ég hef aldrei spáð í þessu. Nei, þetta er styrla staðrind. Þetta er staðrind. Þetta er það góða styrla staðrind. Núna menn ég pæli þessu næst þegar það er sól. Regnbogi. Já. Þú ert regnbogi. En það nú ekki eitthvað meira að ganga upp aðna í þessari fórnúri? Já, þú ert að fá sól og regningu. Já. Svo er það, þið vissu það eða ekki? Jú. Já, með grunaða svona. Það er ekki styrla staðrind, það er augljósstaðrind. Já, algjörlega. Það deyja 13 á ári út af sjálfsölum. Já, það er meikar, þú hristir hann, reiður og hann dettur yfir og þú kremst. Akkur er þetta hristan? Því að hann gleypti peningin og þú brjálað. Gæti fengið brjálaðskast. Eða reynda að tróða hendinni inn í hann. Til langaði svo geðveitt í snikkas að þú hristir hann í reiðskast og dettur að það. Gæti líka festi. What a way to go, maður. Eða sko vera að festast í sjálfsala og þurft að dúsa lengi. Já, hvernig drefst fólk með sjálfsalan? Já, það er bara potið þegar þú segir það. Það er að hristan og dettur að. Kannski líka einhver reyna hristan til að fá frýtt nammi. Já. Líka ömulegt. Free candy. Hvað kom fyrir Auðun? Hann lést okkur, hann var að hrista eitthvað sjálfsala og hann datt á hann. Hann langaði snikkas allir. Svo var það hérna. Lengsta kóma sem hefur verið vaknað upp úr er 37 ár. Já. Wow. Það haldi lengi á þess að taka hún sambandið með. Já, og ég held að maður er ekkert eðluð þegar maður kemur úr 37 ára kóma, maður. Nei. Maður spæður að vakna í dag. Kannski allir dauðir í kringum hann. Já, og meinar að það er svona gamall. Já, en þú veist, hann geti bara farið beint í PlayStation 4. Já, hann veit ekki einu svona hvað talv er, sko.
Hann er ekkert að fara bara að spila kód. Er þetta nýlegt eða? Nei. Nei, ég trygg. Hvenær gerist þetta? Það stóð. Jöfnveldar ég til að vita hvenær þetta gerist. Það stóð ekki. Svo er það hérna. Það voru yfir 50 svín sem léku Babe. Þau uxu alltaf úr hlutverkinu, litlu svínin. Pínu krúllett. Krúllett sér hirt. Veistu hvernig dýrin eru látin tala í svona bíómyndum? Hvernig eru látin tala? Já, svona það er fólk sem tala fyrir þau, sko. Já, ég veit það, en ég er að tala hreyfa munnin, sko. Nei, hvernig? Þeim er gefið Karmela. Sturlu stærri, já. Þessi var góð. Þá eru þau svolítið svona alltaf að tyggja, sko. En er það ekki óvalt fyrir dýrin, Karmeluna? Þetta er einhvers konar, ég hefur jú alltaf það ekki. Þessi var, takk fyrir þessa steindi. Þessi var óvænt. Góð Sturlu staðrind. Já, þannig að láta dýrin tala í bíómyndu og gefa þeim Karmelu. Já. Svo það eru 2 eftir. Fiskar feika fullnæðingar. Vel gert, já. Hver komst að því? Af hverju gera það? Af hverju? Ég meina, af hverju feikar fólk fullnæðingar? Stundum efast ég þessar sturlegu staðrindir. Svona aðeins, er þetta ekki bara vitleysa? Aldrei efast sturlaða staðrindir. Hvernig er þetta? En ætli fiskarnir láti vita, segi hinum fisknum þegar hann er búin að feika það? Ætli fiskarnir rífist það eins og fólki? Séu hreinskilinn? Vertu hreinskilinn? Varst að fá það að dáðan eða hvað var þetta? Varst að feika þetta? Nei, ég trúi þið ekki. Nímó, varst að feika þetta eða ekki? 2 sjóbirtingar. Þú varst að feika þetta í banna. Nei, ég sverða, ég fekk það. Anskotin. Það sem að er ekki búið ykkur, það er ótrúlegt. En talandi það strax, nei, við skulum ekkert fara til. Jó, hvað með þetta? Hefur þú lent í því? Hvað? Nei, skiptir ekki máli. Þessi feika hjá mér? Já. Hvað er þetta maður? Ég var rætt. Nei, ég vona ekki. Nei, þér eru aldrei verið sagt það allavega. Hæ? Þér eru aldrei verið sagt það. Nei, mér eru aldrei verið sagt það. Mér eru aldrei verið sagt það, nei. Hefur þið verið sagt það? Nei. Hefur þið verið sagt það? Nei, ég hef glemt því. Spurðu okkur báða, þetta er bara mig. Vá, bara, alltaf. Þú greist svari, ég var hættu við spurninguna, Svo er hérna síðasta. Þú getur ekki, já þessi hefur komið áður, mér finnst það bara svo skemmtilega. Þú getur ekki hummað ef þú heldur fyrir nefið. Nei, þetta er ekki hægt. Þetta er skemmtilega stjórnlega staðreind. Ef þið er í bílnum á rauðu ljósi, reynið að humma og takið fyrir nefið. Hvað er þetta hérna? Hafið alveg hljóð? Hvað er þetta? Þú eldur öðru í fram. Þú ert svo fíll. Þetta voru sturla staðir, voru það ekki góðar í dag? Leina stíðið mig líka. Já, af því ég var ekki með þær í síðustu viku, vissi ég getur með góðar í dag. Mjög fínar, ég er ánægð með það að ná að tróða inn líka hérna með Karmelunni. Stilti tilkynninguna hjá Muscle Boy sem er núna dettin undir nokkuð myndir. Já, tilkynningin frá Muscle Boy eftir smá stund, við erum líka með spurt og svarað, tapað fundið, íslensk slúður, það er allt eftir. Það er brakandi fest íslensk slúður. En fyrst smá auglýsingar. Herra Örlygur kynnir í samvinnu við Túborg hina góðsarnakenndu sveit Pixies í Laugardalshöll miðvikudaginn 11. júní ásamt Monotown. Miðasala á miði.is. Miðaverð aðeins 6.700 krónur í stæði, 8.700 í stúku. Fjörið hefst með Túborg. Léttöl. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustað eða bara tækla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 170 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2, við tippum. Hvert er þitt uppáhalds salat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Þann 21. maí I call them Sentinels stendur sterkasta lið heims frammi fyrir stærstu ógn I need to bring us together veraldar All the X-Men X-Men Days of Future Past frumsýnd 21. maí Klaustur tilboð Púkans fullt af brjáluðum tilboðum fyrir stærstu keppni ársins Hjólalegur 990 Olíusíur 990 Bremsuklossar 3990 Thor Enemy glerugu 3990 Michelin Deck 12990 Kíktu í Púkan áður en þú heldur austurs á Klaustur Púkin Grensásvegi Próloga jam á Park alla helgina Pétur Valmundar og Yngvi Eysteins í búrinu Stór Túborg á 500 og skot á 500 alla nóttina Skemmtistaðurinn Park, Hverfisgötu 20. Viðskiptafræðingar með kunnáttu og færni að vopni. Kynntu þér fjölbreyttar námslínur í viðskiptafræði í bæði staðnámi og fjarnámi við Háskólann á Bifröst á nám.bifröst.is. Háskólinn á Bifröst, hvar sem þú ert. Vertu velkomin í IKEA. Nýbakað muffins og heitur drykkur á gómsætu tilboði á veitingastaðnum í maí. Aðeins 345 krónur.
Verðið þeirra góðu. IKEA. Eyjan vikulegur þjóðmála og fréttaskýringar þáttur. Viltu vita hvað raunverulega gerast á bakvið tjöldin á Íslandi? Fylgist með nýjum þætti á Stöð 2 sem heitir Eyjan á sunnudögum í opinni dagskrá, þar sem við fjöllum pólitík og efnahagsmál og margt fleira. Fylgist með. Eyjan, sunnudaga klukkan 17:30 í opinni dagskrá. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Auðun Blöndal, Steindi Junior og Egill Gils Einarsson. Á vaktinni alla föstudaga. Call it magic. Call it true. Call it magic when I'm with you. Hlustendur þér að hlusta hér á FM 95 Blu. Það eru Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Róar Steinþórsson sem verða með ykkur til 6 í dag. Absolutely. Klukkan rétt orðin 5, það er 16. maí og svo gula búin að láta sjá sig í bænum. Já. Það er alltaf gaman. Já. Og við erum hér í, feitlandi feeling, strákanir. Fróandi góðir. Já, og það er hins vegar komið að, einhvað sem Egill búin að vera voðalega spenntur yfir allan þáttinn og þetta er eitthvað voðalegt leyndamál. Þannig að... Þetta er leyndamál, það er nákvæmlega sem þetta er. Já, hvað ákveður þetta leyndamál? Einhver tilkynning? Já, bara út af því að ég veit að þeir eru búin að röfla í mér eitthvað svona. Segðu okkur þetta, Gilsi, segðu okkur þetta og ég er bara svona stókar. Mér gæti ekki meira sama. Slakið bara á. Nei, við erum ekkert að deyja úr spenning. Svo að heyra þetta á sama tíma og allir aðrir. Slakið á. Hvað er þessi? Og nú er komið að því. DJ Muscleboy hættur. Þið getið að slakað á. Það væri nú þjóðasorg ef að DJ Muscleboy verið hættur. Já, örugglega. Fólk myndi keyra út af að gleði. Eftir eitt slag að hætta þá. Það var ekki gálegt. Og hvað er það komið nýtt lag? Sko, ef ekki bara... Ég hendi smá trailer. Þessi trailer og ég elska að henda í trailer og sérðu bleika takkan sem blikkar hana. Já, á þessu borði? Já. Akkur er þetta ekki að betta? Því ég er að koma þér óvart. Þannig að sko, nú sem ég vil gera núna, ég vil að núna bara lækkar í okkur og kveikir á trailertum og hækkar í... Er þetta ný trailer fyrir spurt og svara? Og hækkar í botn. Nei, það getur ekki verið tilkynning, það er búið að tala um þetta á FM. Já, við nennum ekki nýjum trailer fyrir spurt og svara. Bara aldrei. Það er ok, tekum bara hækkar í botn og... Já. 16. júní mun verða besti dagur ævirinnar. Þá mætir eitt stærsti tónlistarmaður heims, David Guetta, í Laugardalshöllina. But there is an amazing twist. David Guetta verður ekki einn. Virtasti plötusnúður heims verður með honum. Engin annar en sjálfur DJ Muscleboy. Pumping that shit louder. DJ Muscleboy og David Guetta. Miðasalur hafinn á miðu.is. Sæll. Eddi. Þetta var að hita upp fyrir David Guetta. Ég er ekki að vera að hita upp fyrir hann. Hann er að vera að hita upp fyrir mig. Já, þessi var helviti góður. Það var eitthvað við að heyra Þorgeir Ástall segja Pumping that shit louder. Það skildi ekki hvað það var, ég var sínum á dagann. Hvað þýðir þetta? Pumping that shit. Það lest þetta bara. En sko, hvað ætlar að gera? Áttu að spila bara í 2 mínútur? Fíling veistlega og mér og Guetta chillandi baks og segja Guetta, what's going on? Ég er feskur, það ekki, en þú? Ætlar að segja what up, Guetta, what's going on? Ég er bara eitthvað, Guetta, what's going on? Hvað þýðir þetta? Segðu okkur. Skálu við félagarnir. Gæti þetta opnað eitthvað dyr fyrir Muscleboy? Já, ég er átt að því, ég er búin að vekja gríðulega athygli erlendis með þetta frábæra lag. Núna er ég að fara að spila með Guetta. Það segir sér basically sjálft, Steindi, ég er bara að verða the shit. Ef þetta DJ Muscleboy grín sem byrjaði hérna einhverjum stöðlögum ef að þú sett actually að fara að spila með David Guetta í Laugardalshöll, hvaða grín er í gangi? Það er eins og ég var bara með sturla staðrendi með honum Atgen eða hvað heitir hann hann? En þið vitið, þú veist, en sko, þú veist eins og Danny Deluxe og Rottweiler og svona hitu upp fyrir 50 Cent og Snoop Dogg og svona gæja. Já, það Þeir eru ekki áttir heimsfærir í dag.
Nei, og ráttað á Guetta heitast tónlistamæður heims í dag. Þá engin fleiri slagara á topplistum út allan heim en David Guetta. Ég væri bara til að sjá þig og hérna hann vin okkar frá Svíþjóð. Já. Basshunter. Ég væri til að fá ykkur hérna. Það hefur eðlilega. Nei, það væri líka bara... Það hefur eðlilega verið með DJ Muscleboy og Basshunter og Scooter. En þetta David Guetta, sko. Já, en akkur hendur ekki línu á hina gæðina og hendur í annar gig eftir Guetta. Það er Scooter og Basshunter til Íslands. Jafnvel Coolio með. Við ætlum að flytja Coolio. En ég strax byrjar að plana sjóið, sko. Ég þarf hendi sjó. Til Laugardalshöll, þetta er 5.000 manns. Ég þarf sjó. Það stærsta balli á Muscleboy. Sko, stærsta balli var húkaraballið. Já. Nú er ég að toppa það. Höllin. Þannig að þú ert allar að þá gera eitthvað meira en bara pekkdansiðin, eða? Já, sko, ég... Það er henda í nýju spór og eitthvað. Sko, ég vil vera með þér að búa til sjó. Þú verður að vera með lóð upp á sviði, rífi lóð, olíuborinn, með allir ykkur neonljósum. Það þarf að vera ykkur atrið, Lyfta, neonljós. Já, olíuborinn. Þarft að hoppa út í krátið, láta bera þig. Það sjálfsög, það séð sjálf. Við þurfum að finna nokkuð svona... Alltaf að stage-stefa? Já, verður að gera það. En málið það er samt alltaf svona, kannski, ekki alltaf, ég veit ekki þeir í höllin, ekki alltaf svona meter frá sviðinu sem svona girðing í krátið. En þú verður með trampolín. En ég get stökkið, ég stökk allan 3-4 metrar, sko. En þú verður bara með svona trampolín sem þú hoppar á. Já, trampolín. Það er mjög gott. Þetta verður þvílík veisla. En þá vitið það, kæru hlustendur, að DJ Muscleboy verður með David Guetta. Ég er nú bara í nettu sjokki þetta sjálfur. Já, ég málið að ég er að fara að launcha hérna event á Facebook og allir þeir sem, það er enginn að missa þessu 16. júní. Þannig að skráðu ykkur á eventin og gerum allt vittlust. Hér eftir smástund, tapað fundið og spurt og svarað, en þessi hérna maður verður í höllinni með Agli. Í höllinni 16. júní, kæru hlustendur. Ásamt Ég ætla að vera að gefa honum mikilvægt DJ tips. Já, hann er örugglega að fara að hlusta á þig þegar kemur að DJ tips. Ég held að vita alveg hvað playtakkin er, sko. Ég ætla að gefa honum fárlega og DJ tips. Já, bóttið þetta að hlusta á þig. En það er hins vegar komið núna að dagskrárlið sem er nýr af nálinni og heitir Tapað fundið. Þú tókst þitt áðan, Steindi, og þú varst að vinna með tösku. Ég var að vinna með tösku og happahangklæði og einhverja bíllykla. Þú ert búinn að finna þetta lúffu. Já, hér er einhver sem að týndi lúffun í einhverja nýjar og flottar lúffur og ég er að spája að hringja og segjast að þú er búinn að finna þér. Og þetta er hérna maður. Ertu klár? Já, ég er klár. Ég þarf bara að setja hérna númerinn. Skulum taka hérna nýjan dagskrárlið sem heitir Tapað fundið. Halló? Já, Hrund. Halló? Já, Hrund. Þetta er Arnór Einar. Hrund við? Já. Segir ég henni? Hvað? Já, halló? Já, Hrund. Já, það er hún. Já, komdu, sæl og blessu, Bjarni heiti ég. Já. Týndið þú lúffum? Hvernig líta þær út? Svona DC lúffur. Já, svona hérna bláar og... Já, gul og... Já, svo stendur svona DC á henni. Já, það passar. Það passar. Ég er með þér. Ok, það er æðislegt. Hvar hérna... Já, ég er enda... Hvar ert þú? Hvar ert þú? Ég bý nú hérna í sveit rétt fyrir utan Mosó. Nú, ok. Já, en ég er reyndar, sko, ég vissi ekkert að þeirra væri saknað, en ég er nú búin að vera að nota það svolítið. Já, það er bara fínt. Og geta að síða búin. Ok. Ég er búin að vera að nota vinstri lúffuna sem muffu. Jæja. En hægri lúffan er alveg góð. Ok. Hvernig viltu nálgast þær? Ég bara reynilega veit ekki. Hvar ertu, segirðu? Ég er hérna bara í sveit rétt fyrir utan. Hægri, það er ekkert að hægri lúffunni, ég get sagt það. En sem vinstri er svolítið glístru kannski og aðeins meira nótus. Hvað sagður þú að nota þér hann í? Ég nota hana sem muffu. Ok. Yes. Hérna... Herri, ef við ekki bara segja þetta gott. Hvað er... Er ég útvarpinu kannski? Já, þú ert í beinu útsendingu á FM 952. Ég gæti ekki haldið í það. Ég ætla að reyna að tala þér Steindi hló svo mikið á liðlunum, ég gæti ekki að klára það maður.
Þetta er ljótt. Ég veit það, ég fyrirgefðu, veistu það? Það var svo æðislega þögn sem kom. En veistu það, ég er með svo mikið bönnarhund. Hver er svona vondur við mig? Ég heiti Auðun Blöndal og Steindi Junior heita með mér. Já. En að þið voru svo vondir við þig, þá ætla ég að kaupa nýja lúffur handa stráknuðinum. Er það ekki? Ég lofa þér. Ég er rosalega glöð. Já, stöðin kaupið þær, ég lofa þér. Við splæsum í glæ nýja lúffur og við lofum að nota þér ekki sem múffur áður en við láta þið fá þér. Þetta var eitthvað skrítið. Afsökun á þessu, ég er með númerið. Hvað er lúfurnar og svona? Ég stendur mitt, ég kaupi nýja lúffur. Já. Shit, þú eiginlega, ég gat ekki, þú hlóst svo mikið, ég gat ekki tala við hann. Hvað er þetta ætlaðir satt með þetta? Ég gat ekki fara að leika það, sko. Nei, þetta var bara... Það er líka þegar ég sagði, ég er búin að nota þessu múffu. Það dó eitthvað inn í þessu. Ég veit ekki hversu mörgum klukkutími við höfum eitt saman inn í þessum upptökuklefa. Þetta var í alveg, shit, ég gat ekki þraukað. Ég gat það ekki, ég fekk hláturskast. Líka sko, það er bara, þegar ég sagði, ég er búin að nota þessu múffu, það dó eitthvað inn í henni. Hún var svo spennt þegar ég sagði henni, ég verið búin að finna múffunnar. Þegar hún kveikti á því. Hvað notaði þetta? Hvað sagðirðu? Múffu? Þetta var tapað fundið. Þetta er uppáhalds dagsfjöldurinn minn. Tónlistarmaðurinn sem allir eru að tala Tom Odell í Eldborgarsal Hörpu 27. júní næstkomandi. Tryggðu þér miða strax á harpa.is, miði.is og í síma 528 50 50. BB-kremi frá Smashbox er léttur og fullkominn farði með alla eiginleika rakakrems. Létt formúlan jafnar húð þína og afmáir þínar línur. BB-kremið hefur vörn 35, gefur þér góðan raka yfir daginn og hefur hemil á olíumyndun húðarinnar. BB-kremið frá Smashbox er allt sem þú þarft til að fara lítalaus út í daginn. Smashbox. Vertu velkomin í IKEA. Njóttu sumarsins í garðinum. Við eigum fjölbreytt úrval af sumarhúsgögnum og smávöru. Syndu inn í sumarið með IKEA. Klausturtilboð Púkans. Fullt af brjáluðum tilboðum fyrir stærstu keppni ársins. Hjólalegur 990, olíusíur 990, bremsuklossar 3990, Thor Enemy gleraugu 3990, Michelin dekk 12990. Kíktu í Púkan áður en þú heldur austurs á Klaustur. Púkin Grensásvegi. Kaffið frá Kaffitári hefur fengið nýjar umbúðir. Engar áhyggjur samt, þetta er sama góða kaffið. Hvert er þitt uppáhalds salat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Háskóli er ekki aðeins hús, ekki aðeins upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólabærin Akureyri. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Öddi Blöð, Steindi Junior og Gils á vaktinni alla föstudaga. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi Jún, Egill Gils og Öddi Blöð með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Við þurfum að standa við þetta hérna í tapafundi. Við þurfum að kaupa lúffur handa á stráknum. Ángríns. Já, ég er ennþá að jafna með þetta. Þetta var mjög gott. Þetta er minn uppáhalds dagsfjörður. Það er bara svo leiðis. En strákar, það er komið 16. maí. Já. Sólin er komin. Hún er hátt á lofti. Þegar 16. maí er það strax byrjar að hugsa þetta sumar fyrir að vera búið. Nei, mér finnst akkurat núna að sumari sé að byrja. Það er að byrja núna. Er það ekki? Ég er ekki að segja að vera búið, sko. Nei, það er eftir þjóðatíð, þá er maður alltaf, og nú er lítið eftir þessu. Þá er lítið eftir þessu, já. En það er vist þjóðatíð í Eyjum núna. Ég var að fá það sent, hérna á Twitter. Já. Það er það mikil stemming, það er allir að fagna titlunum og... Eðlilega. Já, það er bara svoleiðis. En við ætlum að vinda okkur, við þurfum að halda áfram með þétt prógram. Það er Íslands slúður og fleira hérna á eftir andartak, en við ætlum að fara í spurt og svara. Já, komið að spurt og svara á Kjölusamlunum. Ég er búin að mikið af spurningum. Já, ég var laus við það í síðustu viku, þannig ég er röglega bara nokkuð feskur í því núna. Já, sko ég... Þolinmóður fyrir þessi dag. Þú þekkir leikregluröðun, hérna Push the Button, byrjaðu því? Nei, viltu, þurfum við alltaf að spila. Ég bjóð til trailer fyrir spurt og svarað. Ákveð fæ ég alltaf skít þegar ég segi Push the Button. Þetta er bara eins og þetta auglýsa eitthvað ball. Nei, ég lagði bara því líka metnað í hérna. Þetta er svo vond, maður. Do you have a problem? Hlussa, heyrur í þessu. Hvað, þetta er bara eðlilegu trailer. Ég spurja fólk hvað það er spurningu. Hver er þetta? Þetta er bara einhver kona, ég veit það ekki. Átti þetta að vera kona? Já. I will solve it. Eins og núna?
það er bara svo að byrja ball. Hvað er ég að gera? Þetta er bara, það hafa þá stemningu. Ég er 30 og sköllóttur, munu dögun að líta við mér. Já, það munu gera. Who is fearless? Send me the questions. Spurt og svara. Komum gott. Akkur þetta velja Besti parturinn var eftir. Akkur varstu með sandstorm að öllu lögum? Sko. Hvað er að gerast þetta? Hver er að senda þig mail? Hver er ekki að senda mig mail? Já, það er meira svona spurningin. Ég tók að taka eina svona óeðlilega spurningu. Já. En þetta eru 2 spurningar. En eins og núna, við erum að koma inn með nýja dagskrárlið eins og F9 lög Got Talent, við erum komin núna með tapafundi og það. Þá þurfum við væntanlega að ýta út öðrum dagskrárliðum ekki til að finna pláss fyrir nýja. Mjög góð punktur. Spurning hvort að spurt og svara að fá að fjúka, ég veit það. En betur hvað að gera með þessi e-mail sem koma? Veistu hvað getur gert? Það er nefnilega að finna með e-mail, þú getur svarað þeim bara með öðru e-maili. Já, bara að gera ekkert annað. Já, þú þarft ekki að fara með því útvarp og... Nei, mitt, ég get bara gert, ég hef ekkert að gera, ég ger það bara alltaf. Nei, ok, hvað er að gerast núna? Hver er að senda þér? Ok, það kemur einna, þetta er mjög aðeinslega spurningum. Sæll dýra sérfræðinga Gilsi. Þetta er mjög spes, ég veit ekki um það. Hann kallar með þetta. Ertu þú einhver dýrasérfræðingur? Já, ég elska dýr. Þekki dýr. Gerir það ekki öll eða? Já, ég elska dýr. Ok. Áfram, og ég talta hann. Ég er að fara í ferðalag til Bandaríkjanna, mun vera 10 daga í Yellowstone Garden. Ég er svolítið einn þarna, ég er ekki með liðsögumann þarna, ég veit ekki það að maður er smá skjálkaður. Það eru villt dýr þarna, skógarbindir, úlfar og svo fjallaljón. Ég væri til að hafa það í lágmarki að vera borðaður þarna. Ertu með einhver tips? Hverja Dagfinnur? Þetta er nú bara nokkuð eðlileg spurning. Þetta er bara svona einhver meistari sem er að fara út og... Tengir þetta svona við Dagfinn dýralækni? Já, hörru, það er góða punktur. Skemmtileg tenging að það hjá þér. Já, þeir eru samtir þetta rugl. Hörru, þetta er góða punktur. Dagfinnur, hann er að fara út. Já. Hörru, ég segi, ég ætla að ræða þetta við Dagfinn. Áður fyrir mig spurningu 2. Sæll Dagfinnur. Sko, af þessum 3 dýrum sem þú telur upp, þá væri skást að lenda í fjallaljóninu af þrennu illu. Því að þau ráðast örsjaldan á menn, en það gerir samt af og til. Og þau fara alltaf beint á hálsin á þér. Þannig að þú þarf að vefja pappa utan hálsin á þér, þykkan pappa. Og þú varst að horfa á eitthvað dýra þátt í gærkvöldi. Hver er að lappa Bandaríki með papp hálsin, maður spyrja? Já, ef maður mitt lifa þessi, þá bara vefur papp utan hálsin. Eða þá svona játdrasl sem er Game of Thrones liðir alltaf með hálsin. Gattavír? Já, ekki gattavír, bara svona eitthvað svona drasl við hálsin, það geta skerað auðvitað háls. Svona játtkrægi. Skemmtilegt ferðalag hjá Dagfinni. Játtkrægi, þannig að það myndi bjarga fjallaljóninu, það er aðstöðu þig. Úlfar, verður ekki það miklar áhyggjur á þeim. Þeir eru meira bara að rása stærri dýr, það er engar áhyggjur á þeim. Ok, þá er komað skógarbindinu. Það er þetta komin í vesjön, sko. Ég er ekki náttúrulega leiðilegu Dagfinnur og þú komin í vesjön þar. Út af því það sem við erum að tala um það er að sko, hann hleypur hraðar og er betra að klifra, þannig að ef hann vill ná þér og næra þér. Ekkert sem getur gert í því, ekki neitt. Þannig að þú hittir skógarbjörn, þá ertu bara dáinn? Ég getur ekkert gert í því. Jú, eitt möguleiki og það er að Að hlaupa þeir svona hratt eða? Já, hlaupa helmingi, svona 10 sem hraðar en þú, svona helmingi hraðar en hinn venjulegi maður. En Dagfinnur? Sko, Dagfinnur kemur ekki fram hvort þessi góða hlaupari, en málið er, ég er með trikk á björnin. Hann á að taka, Dagfinnur, þú ert að taka með meis, flautu og lúður. Því þessi bitnir eru oft litlir í sig, þau eru hrættir við hávaða. Þannig að öskraðu, flautaðu, dansaðu, hoppaðu, eins mikið hávaðu getur verið með, en alls ekki hlaupa í burtu. Þegar þú hlaupar í burtu þá næra og þá er game over. Þetta verður skemmtilegt ferðalag fyrir Dagfinn. Hann verður bara röltandi að þetta með papp hálsinn og gattavír og svo verður með meis og lúður. Vá, var hann ekki bara að fara til útlanda að skemmta sér? Þú kíkir ekki bara til New York? Hann var að senda mér þetta. Ég veit það ekki. Ég er með ráðhandónum, farði eitthvað annað. Og þetta voru góða ráðleggingar sem voru gefið hérna og þetta er mögulega að bjarga lífi Dagfinns. Ég myndi að segja að hún fara eitthvað annað. Það er besta ráði. En málið er samtöðun að fyrir spurningu 2 er svolítið öðruvísi tvist. Þú þarft að taka upp síman og hringi Jón Gunnar Gerdal fyrir mig right fucking now. Ok, þannig að þú ert ráð þar Jón Gunnar Gerdal að hjálpa? Já, það er eitt bref til hans hérna. Og hver er að hringja það inn? Jörmundur. Hringdi þið Tatman? Já, svar hérna hjá honum. Hringdi þið Tatman? Ég veit það, ég þarf að svara hérna sem er þetta. Hljóma rosalega meira að Jörmundur. Jón Gunnar? The Tatman. Já, komið sæl og blessuð. Sæll vertu. Sæll vertu. Hvernig ertu? Sæll vertu. Ég er frábær.
Hörðu, við ætlum að stoppa þig örstutt, Jón Gunnar Gerdal. Það þannig með máli með vexti. Ég með dagskálið hérna á föstudögum sem heitir Spurt og svarað. Já, ég kannast ekki hann. Sem að þú skrifa sjálfur í nafni ókunnis fólks út í bæinn. Hei, ég fæ þetta allt sent. Þegar ég þína smánarlegu tilveru. Hei! Það má ekki skjóta sendibóða. Hvað rugl þetta? Ég hef ekki svona byrjar á spurningunni. Til að hefja þína smánarlegu tilveru. Það er þetta flott. En sko, málið Jan, að ég fekk spurningu hérna sem í rauninni til þín. Ok. Og hér hefst lestur. Góðan daginn. Þetta bréf á að berast til one hell of a human being, one hell of a DJ, one hell of a bodybuilder, one hell of a writer. Þurfti hann ekki hjálp frá Jón Gunnar? Varstu lengi að skrifa þetta í gerðkvöldi? Ég að lesa hérna. Ég að lesa hérna frá þessu meistar að senda þetta. Og hann segir one hell of an actor and one hell of a model Icelander. Jesus Christ, man. God damn it, that's an impressive man. Það verða verra og verra. I wanna be that man. Já, við þurfum að hætta með þetta. Já, bara hætta með þetta og hætta að gefa út lög og vera vinsætt. Þetta ekki hjálpað, I wanna have that man, segir hann líka. En síðan segir hann. Veitu hvað var hann að segjast vilja þig? Hann segir I wanna have that man. I wanna have that man? Ertu fann að skrifa þetta sjálfa þig? Já, þetta ekki, hvað er fyrir að langi sjálfa þig? Hvað að gera? Spurðu Jörmund sem sendi mér spurninguna. Jörmund? Jörmundur, já. Hann heitir það. Hvað? Ég veit, hann heitir Jörmundur. Þetta er alltaf svona. Sko, og síðan segir, núna kemur sér að Jörmundur er sett búin að hérna með introið sitt og nú er komið að, hann segir, ég ætla að segja þér aðeins frá mér. Ég er 39 ára gamall og hárið á mér er farið að þynnast frekar mikið. Áhugamál mín eru kvikmyndir og tónlist. Einnig er ég mjög virkur að mæta á flest alla tónleika sem er í gangi. En ég veit bara ekki alveg hvernig ég á að hafa hárið á mér. Það er orðið svo rosalega þunnt. Ég fæ engar gellur. Ég man ekki hvernig ég fekk gellur síðast. En gætur að spurt Jón Gunnar Gerdal vininn fyrir mig hvernig er best að greiða hárið og mátt líka spyrja hvernig það fyrir að ég að fá allar þessar gellur. Hvað þarf ég að gera? Opna samlokastað? Kveðja Jörmundur. Kveðja Jörmundur, já, Jörmundur, opnaði samlokastað og byrju hvað, er ég dótturinn í hárgríni með skött á telefínu? Þetta grínast það? Er eitthvað að því eða? Þú og Jörmundur, ég fara saman til landlæknis og láta líta á okkur. Ég held að landsbyrg ætti að safna fyrir því. Ég skal sklefa á fullt af pinnu þar það hjálpa þér. Hvernig á það? Já, 39 ára hárið hans að finna þetta ringi gamla Gerdal og fá punktu það, hvað? Það samlokastað til að ná sér í hvað? Ykkur að skvísur? Var það að hjálpa þér? Ég var að vorkina, sko. Jónsson, var það að hjálpa þér? Já, ég og hérna nonni minn, við ákvæmum að stopna Lemon svo mér myndi ganga betur í skvísutundinu. Það er bara að gengja rosa vel, og takk fyrir að spyrja, sko. Það er eitthvað aðeins, bara kolverði síkinni ég og opnaði samlokastað til að vinna þetta í hinni kynni. Og hver var spurningi? Hvernig á hann að greiða sér? Já, og líka bara... Það var að greiða sér, sko. Já, með skilabá frá öðinu blönda vinn mínum sem er búin að skölláttur helviti lengi, þá á ég að fara að snúa mig strax, því hann bara, hún döð bráð þann saman daginn, sko. Maður á alltaf... Við verðum greinlega 40 á árinu og það verða skölláttur, þannig ég veit ekki hvað á að hjálpa okkur eftir það í spísónum, En þú og Jörmundur í alvörunni, Kári Stefáns, þú hlýtt að geta fundað bara með jápunkturinn, þetta er jálfur. Ég stöðu vorkin ykkur. One hell of a human being. Hver skrifar þetta? Já, þú ert ekki með nefn ráð fyrir Jörmund. Nei, Jörmundur, bara, já, stopnaði samlokastað. Þetta var bara í það. Ok, takk fyrir þetta. Takk kærlega fyrir þetta, Jörn. Þetta gefur förstofni gilda, alltaf hans ég heyri ykkur. Bye. Hvað varst að segja þetta í byrjun? A man that I want. Nei, hvað sagði þið? Nei, hann segir God damn it, that's an impressive man. Sér segir hann I want to be that man. I want to have that man. Jájá, með þessum orðum bara ljúkuðu þessum. Má ég spyrja þér, ertu í alvörunni? Fitlar við þig og horfir á því í spegli? Þetta er sko spurning sem ég er að fá send. Egill, hann er með það ástfanginn af sjálfum sér
að hann á gullfallega kærustu. Þegar hann sefur í henni, þá ímyndur hann sig að runga sig. Vaktinn á heimleiðinni með þér alla virka daga á FM 957. Chevrolet lestin brunar. Snæfellsnes í dag. Viðkomustaðir Ólafsvík, Grundarfjörður og Stykkishólmur. Komdu og upplifðu meira. Chevrolet. Tímasetningar á benni.is. Bílabúð Benna. Ert þú komin með miða á Secret Solstice? Tónlistarhátíð í Laugardalnum dagana 20. til 22. júní. Framkoma Massive Attack, Schoolboy Q, Woodkid, Banks, Disclosure, Jamie Jones. Yfir 150 tónlistaratriði koma fram á 5 mismunandi sviðum. Yfir 200 klukkutímar af lifandi tónlist. Miðar fást á secretsolstice.is og Lucky Records og Rauðaróstíð. Nýjar vörur vikulega. Full búð af glæsilegum fatnaði. Vera á móti Kringlunni og Smáralind. Mongoose alvöru hjól. Hjólabúðin GAP Faxafinni. Upp með legglífarnar og tippum. Það eru 170 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2 við tippum. Klaustur tilboð Púkans. Fullt af brjáluðum tilboðum fyrir stærstu keppni ársins. Hjólalegur 990, olíusíur 990, bremsuklossar 3990, Thor Enemy glerugu 3990, Michelin dekk 12990. Kíktu í Púkan áður en þú heldur austurs á Klaustur. Púkin Grensásvegi. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Benekos. Náttúrulegu snirtivörurnar sem allir að tala Tryggðu þér eintak á næsta sölustað. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hárrétt sem þið eruð að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Aha. Og við erum í fantafíling eins og alltaf, enda föstudagur og ég held að flesti landsmenn séu bara í góðum gír. Er ekki fólk að klára próf og svona? Jú, nú eru prófin að klárast og það er þessi gula lættu sjá sín á milli og það er föstudagur, þetta er allt í standi. Já, er það ekki? Létt yfir öllum þegar sumarblö. Menn verða líka bara að vera léttir, eins og Logi Bergmann. Tönglast á, vinnur okkar. Það er hár rétt hjá henni líka. Og talandum að vera léttir, það er komið að íslensku slúðri. Það er komið að bara rakandi fesku íslensku slúðri. Steinda Juniors. Það er óvenju fest í dag. Ég er búinn að fá mikið af tölvupóst. Já. Og það var úr mörgu að velja og ég er búinn að vera að fá SMS. Er þetta eitthvað sem maður á að vera með í maganum yfir það? Nei, ég myndi nú ekki halda það. Og það er búið að vera svona, koma að mér hér og þar út á götu og hvísla mér. Þannig að það er oft svona lítill fugl. Mikið af tölvupóstum? Já, mikið af tölvupóstum, mikið. En já, þetta eru eins og alltaf 3 mólar og ég ætla að byrja á honum Fjölnir Þorgeirs. Fjölnir Þorgeirs, en það er sjarmatröll. Það liggur við Blöð að netta fá að voru með trailerinn. Já, það liggur við. Þetta er sjarmatröll Íslands. En eins og flesti vita, þá er Fjölnir Þorgeirs er nýorðin single og eins og hann segir sjálfur hérna með þess að bara Facebook sinni nýorðin single and ready to mingle eins og hann orða. Hann er ekkert með það á Facebookinu sinni. Jú, hann er með það. En hann var sem sagt mættur í Unique Party núna bara fyrir stuttu. Og það er hægt að sjá myndir frá þessu partí núna bara í nýjasta séð og heyrt. En þannig er hann og Ívar Guðmunds og fleiri toppmenn á ferðinni. En og þegar að leiða á partíið og svona, þá var Fjölnir orðin ofurölvi. Það er bara svoleiðis. Hann náttúrulega single, hann er ready to mingle og hann er orðin ofurölvi. Hversu ofurölvi var hann? Hann var orðin mjög drukkinn. Ég hef aldrei séð Fjölnir Þorgeirs ofurölvi. Nei, ég fæ þetta skúp, þetta er inside skúp. Hann var orðin vel ölvaður og hann var alltaf öskrandi upp einhverja svona hetjusögur af sjálfum sér, svona inn á milli. Já, hann var öskrandi hérna, hann öskraði til dæmis hérna, ég var með Mel B og ég þekki alltaf stelpunar í Spice Girls og svo öskraði hann líka hérna, ég hef hitt David Beckham, sagði hann. Ég hef hitt David Beckham. Það er rosalegt að við ekki það, sko. Já, og hann öskraði þetta yfir staðinn? Hann öskraði þetta svona yfir staðinn og fólk var svona, herði, alveg rólegur og svona, kannski, alveg slagur. En svo voru allir að fara, þetta var bara svona fínt partí, fatti, bara smá pinnamatur og drikkir. En svona í lokin, þá hérna voru náttúrulega allir farnir. Nema hann og Ívar Guðmunds og Sara í Unique og svona, eitthvað skemmtilegt lið. Og þá var pantaður leigubíl. Og Fjölnir, sko, hann opnar hurðina, fer og opnar hurðina, hliðarhurðina á leigubílinn, svo stór bíl sem þau pöntuðu, fattiði.
og fer svona niður á annan hnýð og gefur öllum fótstíkinni bíl og alveg svo þegar hann bjargaði hestunum, muniði, í tjörninni og Ívar Guðmunds stígur hann hnýð og Sara og Uník og allir og svona og hann vildi afsakið hann vildi að allir myndi stíga á hnýðas og sagði svona bjargaði ég hestunum á tjörnin á sínu tíma jú, og hann voru allir að stíga á það svona og svo bætti hann við og svona hvíslaði svona og sagði þegar eitt hrossi steig á hnýða á mér á sínu tíma þegar ég var að bjarga hestinum í tjörninni þá leiti ég svona í klofið á einu graðhesti sem ég var að bjarga Þetta er ekki eins og lokaslúrið og ég sverða krakkar, ég er með stærri leim en hesturinn Frábært Þetta var Fjöllin Ég er líka meistari Ok, það var slúrið hann Þetta er einn mesti meistari sem Íslendingar Fjölnir Þorgeirs Hver hefur ekki lent í því að fá sér hans í ykkur partí við erum ekki hér til að dæma Aldrei myndi ég gera það Aldrei myndi ég dæma Getur þú haft alltaf Fjölnir Þorgeirs í ykkur slúrið? Ég get haft það opið, já En það er Unnur Eggert sem er með næsta móla Nú Já, það er Unnur Eggert vinkun okkar en Unnur á það til að skemmta sem Sola styrða þegar hún fer sem sagt, hún fer með íþróttalunum og þau tvö fara á alls kyns svona barnaháttíðir og ammali og svoleiðis og skemmta og hún var að skemmta núna í barnaamali síðustu helgi sem er nú ekki frásögu færandi nema hvað að hún var ekkert búin að vera að sjá neitt sérstaklega mikið daglega umhirðu í nokkuð tíma og var komið með sko rosalega táneglur sem voru orðnar sko gular og beittar Nei, og rólegur þetta er eitthvað sem ég er að fá sent sko Já, hvað, Unnur Eggert hefði ekki hýrt táneflunar á sér að það verið langar og gular Já, heyrðu, það hefur nú gestur í bestu menn sko en svo er hún að skemmta þarna og hún og íþróttálfurinnar í barnaamali þarna og stelpan var 6 ára sem var með svona stelpupartí svona prinsessu þema og Unnur er að taka lagið þarna sem Sola styrða og fer í svona helgastökk í miðju lagi og rekur táneglunar í andlitu á afmælisbarninu og sker hana svona rekalega sko, í andlitinu og nefið á henni á afmælisbarninu það bara hangir í rauninni bara svona á einni sen Þetta er Herðu, þetta er Hvað ert að drekka? Nei, það er ekki svoleiðis en hérna og þú veist, það var bara blóð og vesen og hérna, krakkandi hrættir og eitthvað en hún er búin að klippa neglunar og á sér og hérna og er búin að posta myndir af neglunum hérna á Facebook Ok, þannig að þú getur farið inn á Facebook hérna og síðan neglunar Já, bara, já Ok Finnst ykkur þetta ekki í lagi? Þetta er Egill Já, þetta er mjög líklegt Þetta er mjög líklegt Þetta er bara allt leðilegt Þetta er ekkert líklegt, neitt Þetta er bara sem ég er að fá sent og þetta er bara mjög líklega gerist þetta allt Ég skilði út Ég fæ tölvupósta með spurt og svara einhvern veginn fattar ekki að þetta er e-mail E-mail svo fast Já, hann þarf að vita þetta er e-mail en jú, mólarnir eru nú alltaf 3 eins og þið þekkið og ég er hérna með eitt móla hérna, það er hann Einar Mikael Töframæður Já, Steindi Þetta er ekki Þú var að Það er búið að byggja hætta En sko, Einar Mikael var að lenda í djöfusins leiðindur Það er búið að byggja hætta Já, hann var að lenda í djöfusins leiðindur núna í síðustu viku En hann skrapp til Grænlands með töfrasýninguna sína og það var rosalega vel tekið á mótornu hann í Núk og töframenn eru víst mjög vinsalir þarna og það verður allt vitlaust bara þegar hann mætir og sem er nú kannski ekki frásögu færandi nema hvað að hann fær sjálfboðaliða í eitt atriði hjá sér og velur þetta 4 ára strák sem stendur sér svona helvíti vel Nei, alls ekki og sem stendur sér svona helvíti vel og þeir ná strax svona vel saman félagarnir og svo eftir sjóið þá fer Einar að spjalla svona meira við strákin og þá kemur að ljósa pappi stráksins hann var sem sagt drepinn af ísbirni í veiðiferð það er algengt að núti og mamma sér alkoholisti og Einar fer og hittir mömmu stráksins og þá kemur að ljósa hún er bara fegin að losna við hann og sagði bara við Einar að mætti eiga hann og þú veist þetta er náttúrulega þurfti ekkert að skrifa undir pappir hann eitt svoleiðis, þetta er náttúrulega alltaf öðru sér út í Grænlandi, þú veist, þar eru mannslíf bara lítil smetin. Hvað, hann hefði bara farið til Grænlands að vera gefin? Nei, mannslíf er ekkert lítil smetin. Nei, hann fær sko, hann vildi í rauninni bara bjarga stráknum frá þessari eymd sem hann var í að núti og þetta er bara góðverk. Þannig hann á strák núna? Já, og tekur strákin og fer með hann heim. Og það er bara allt gott og blessað og bara Slúður ekki búið það? Nei, það er heldur áfram en það er búið að ganga frá því að hann er með strákin og þannig að Einar tekur strákin. Og enda bara, þetta er dúllur raskat þessi strákur. Ég get sýnt ykkur, hann hendi mynd á honum á Facebook síðan sína. Hann er hérna, sjáu þið, það er mynd á þetta stráknum. Þið sjá, Egil, dúlla. Sérðu myndina á hann, Egil? Þetta er dúlla, það er bara svolítið. Þetta er eitthvað mesta krútt síðan síðan. Já. Og, en núna vika síðan Einar ættleiti strákin. Og það er allt annað inn á hljóði núna. Allt annað.
En hann segir hérna á Facebookinu sínu, ég ætla að lesa þetta bara beint upp. Er með einn 4 ára hágrenjandi leiðinda pésa hérna. Ég er búinn að kaupa hann saltpillu fyrir 700 kall og ennþá vælir þetta. Hvað getur 4 ára krakki spurningamerki? Og svo tekur hann hendir beint í annan hérna. Hvað þarf að öskra lengi svo að megi dánlí hann? Hættu, þetta komið gott. En svo er eitt örstutina, að svo nú nýjasta, þetta er bara í dag hérna, í hádeginu, þá spyr frænkan sinna á Facebook, hvernig gengur með hann Malik Mikael? Þau stækka fljótt þessar elskur, nýttu hvert einasta moment með honum Malik, sem hann heitir greinlega, strákurinn, Malik. Og eina svarar hérna, hann Malik, litli, hann er horfinn. Live my life, er þetta ekki besta bíbellæði? Þó þetta sé Far East Movement. Þetta lag kemur einhvern veginn alltaf ekki inn. Nei, hvað önnur lög Beat Machine verður að vinna með? Beat, náttúrulega baby Já, það var eitthvað annað þarna. Já, hann á alveg nokkur. Það er eitthvað lag sem ég er með að hugsa. Já, en Beat Machine er ekki búin að koma með slagar sem á tíma. Nei, hann þarf bara að gera það sig. Hann er samt sko tónlistinni sem hann er að gera í dag. Mér finnst þú samt flottari en það sem hann var að gera sem krakki, sko. Já. Hann er að verða pínu bad boy. Já, hann verður að fara að hendi í annað lag og gera það sig, þá aldrei veit hann ef ég giggi með hann. Hann er að finna við það þegar þú segir gera það sig. Það er akkurat sem hann þarf að gera. Þú eru ekki séð buxurnar sem hann alltaf í. Hann þarf að gera það sig. Það sést alltaf í raskatið hann. Hvenær dó skoppara átvitið á Íslandi? Ég náttúrulega var með buxurnar á hælunum í Gaggo. Þú ert ágætlega gertur í dag. Já, ég er gertur í dag. En málið er að sko, ég var með buxurnar alveg fyrir neðan rassin. Ég tók aldrei þátt í þessu. Varstu með nærbuksunar yfir naflan eða? Nei, ég var bara, þú veist, með buxurnar það neðalega og svo, það voru á vesen í skólanum. Varstu ekki í nærbuksunum? Kennararnir að skamma okkur og segja okkur að gera okkur að fara bara heim. Varstu í nærbuksunum? Já, ég var í Sástu alltaf í nærbuksunum? Já, ég var ekki kommando með buxurnar á hælunum. Nei, ég held að vona ekki. Það er hrikalegt. Það er kombo sem gengur ekki. Það er eins og leðujakki og joggingbuxur. Já, það gengur ekki. En það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur í dag. Klukkan er að verða 6 og já, við erum búin að sitja hérna vaktina síðan 4 með stútvöldan þátt. Þá við sökkum Þorgerði Katrín aftur fyrir komuna. Jú, það var þetta gaman. Hún var í Ísland gott talent. Hún valdi Stonefucker. Já, Stone í vann. Já, og það var sem sagt draugakasseta mín, draugaleikrið. Já, og svo hérna var náttúrulega nýja dagskrárliðurinn okkar. Tapa fundið, það er alltaf stemming og jafnvel við verðum með nýjan dagskrárlið næstu viku líka. Já. Sem við erum að kokka. Og já, við bara þökkum fyrir hlustununa. Það er bara þannig, við mætum hérna félagarnir aftur í stöðbuxum. Já. Það viku liðinni. Já, það er Sunshine, konsept núna, konsept sumarsins hérna núna. Já. Skjaldbrósandi félagarnir. Já. Í toppstandi, kaffibrúnir, skjaldbrósandi. Ég held að það verður komið alvöru sumar. Núna næsta föstudag. Já, ég held að líka. Ég held að sé alveg pottet. En takk aðeinslega fyrir hlustunum í dag. Kæru hlustundur, við verðum mættir hérna eins og við segjum aftur eftir viku. Það verða gott helgina, farið vallega og bara verið góðu hvort annan. En það sem að þú vannst keppnina, að þá færð þú þetta í dag. Það er ekkert ládu, það er það er þetta. Hann á þetta skilið, hann er það því ég vann á þann? Já, herðu, svo ætla ég að, ég verð nú þó að minnast á eitt. Ég hlakka til að sjá hlustendur FM 97 á morgun á Hressingaskálunum. Læsilegt. Þar er allt að gerast. Þar verður stemming.